skallaði höggið í stöngina og ofan í fyrir utan grín til þess að jafna leikinn. Það var ömurlegt. Ég að fá að hugsa málið aðeins. Ok. Það var þegar Bjarmi þrípútaði eftir að Geir hafi skallað í stöngina. Það minnistæðast hjá mér að hafa verið hérna að spila golf í 4 daga og þetta réðist á síðasta búttinu sem var 2 metrar. Herðu, það var 8. Ég sló yfir 7. braut, sérst hægra megin, sem er mjög slæmt. Stóðan tilbaka í tré inn á braut, 3. yfir grín, sippaði í og sá vonina deyja í augunum á gesti fyrirliða Ameríku. Það var bara dásalegt moment. Í hvaða leik var þetta? Þegar þú borgaði mér viskíbilann, manstu. Já. Það var ekki út af keppnina, það var bara ekki gæri. Já, bara hluti af þessu. Já, okkur minnist á þessari ferð mun ég halda að væri Captain America, fuck yeah! Ég bara trú ekki að þetta verði, ég kom þetta heilan. En það er bara þannig. Það tók mig 2 daga að kenna honum þetta. America, fuck yeah! Og fyrstu 2 dagana var hann alltaf með hell yeah eða oh yeah. 2 daga, fuck yeah. Það er svo mikið golflega séð sem ég man eftir að ég get ekki pinpointað eitt moment en það sem er eftirminnilegast akkurat núna held ég pork belly steikinn sem ég fekk í kvöld. Það var ævintýraleg. Já, ég held að það veri atvikið þegar að við Geir vorum á eftir Kristó og Bjarma á golfbílunum okkur af teiknum á, ég man nú ekki hvaða hólinn. Og Kristó ákveður að gefa allt í botn og líklega neglir svo niður og bíllinn fer, og maður upplifir þetta svona í slow-mo eins og þú búinn að lýsa þessu Geir. Maður sér svona andlita á Bjarma bara golfferðin er á enda. En sem betur fer að þá var þetta nú góður flötu til að taka smá skrans og þeir sluppu. Já, fyrir mig byrjaði þetta náttúrulega bara á einhverju steiktu símtali frá Hjálmari. Þegar hann var komin út og ég var nú bara að eiga orðið hann og já, ef hann skildi nú eitt eftir hópnum þá skildi ég nú alveg skella mig með þér. Meiningi var nú kannski svona áður en að menn fóru. Menn voru nú reyndar komnir hingað út og svona þegar símtali kom. En ég lét mig bara vaða og kom hérna sólarhring síðan. Þetta er bara búið að vera snillt að upplifa þetta með öllum þessum hóp og skemmtilegum bara strákum. Ég veist að við höfum að klappa fyrir Gríðarlega gaman. Gríðarlega gaman. Þeim að fyrsta þig. Þú erum bara að gera svo oft í þér. Já, Þetta hljómaði illa. Fyrir að fyrsta mér svo. Fyrir að fyrsta leið mér að fyrsta þig. Þú erum að gera það svo oft. Það er alveg enda með. Málið þetta er bara vont fyrst. Ég verði bara að venjast þessu. Ég byrja að þakka Hauk fyrir að lengja púktið mitt minnstakosti helming sem að ég tók hana síðast. Þetta var aldrei meira svona 60-70 cm. Mástu þegar ég lagðist niður þá var ég að mæla það. En ég held að það eftirminnilegasta fyrir utan náttúrulega, þú veist, lokinn sem var alveg, það var geðveikstrákar. Þegar komu keyrandi á golfbílunum, bara eins og strumparnir, að þá fékk ég alveg gæsa þegar ég sá þú koma að keyra og fylgjast með okkur á sjöðum. Það hugsaði ég, ok, fuck, þetta skiptir máli. Þeir mistur reyndar að því þegar að Fyrir ekki, ég er að tala? kom og Bjarmi var að spóla í bundu frá högnu. Já, ég mistum að því. Þú missaði ég tók ekki því. Það var ægilega skrannsata sem við tekið. Afturhjólar og bílinn bara. En sem sagt, þessi stemming sem skapast það síðast að hún var að vera þroskaður. Og en engu að síður þá
þá á ég aldrei eftir að gleyma þig. Þegar við vorum að spila í gær, vorum konur á 18. hólu og Kristófer var í hinu liðinu og löngu búinn að tapa geiminu, bara fyrir 3 hólum með þetta. Við vorum allir búin að fokka upp drefin okkar, einhvers staðar inn í skóg og Kristófer gerði sjálfsögðu það sama. Nema hvað, að hann var svo fúll að hann hamraði 100 skona dræfrið sinni niður í jörðina og við heyrðum bara wow, þetta dræf skipti engu máli, ekki nokkru, nema í hausnum á Kristófer. Ég held að mynda ábúið. Gestur svo einu sem eftir það ekki? Ég alltaf líka. Já, Það náttúrulega mjög margt sem að minnist það svona golflega, mörg draumahögg og og svo turning points og allt þetta. En svona fyrir mér alltaf var mjög góð djókur þegar ég var að spila með Hjálmari og Venna og Haug og við erum að spila Venna á eitthvað 120 metra högg inn á grín og Haug búinn að platsera bílnum akkurat í línunni upp á grín og Venni búinn að stilla þessu upp og Haugur kallar bara í miðri hann bara gjössalega í línunni inn á pinna og Haugur kallar, er nokkuð fyrir? Og Venni þá horfir bara á bílnum og Haug og pinnina með hinum megin bara, nei, þetta bara í fínu lagi og Haugur segir bara, ok og hann bara og svo bara býður hann bara Ég hélt að vera að grínast og svo gefur bara Venni bara horfir og 5 sekúndur ég var að djóka Þetta var aldrei í lífi. Ekki kannski innur Þetta lýst því samt svona stemmingur í ferðinni, menn voru mjög chillaðir, mjög góðir og enda bara snillt að vera í alla staði. Takk fyrir mig. Ég var bara að gleyma þessu. Ég var að grínast með ykkur, þú er beitt á milli. Það nú, ok. Það sem ég til nefna annars vegar dedication að spila golf. Það sem í gærkvöldi var ég á Holmi, það sem við týndum held ég öllu boltanum sem skutum út á brautina alls og það var sem ekki myrkur. Og það fannst eitt boltið Hössa, það klára hólunum með mynda brak. En ég vissum að fyrsta hólunum í morgun sem hefur líka séð einhver bolta af þeim sem voru hreint að spila gegn þig. Mjög vel staðsetta. Mjög vel staðsetta, á meiri braut. En og hitt sem þið nefna er högg sem ég var líka, var vitna í dag, sem líka þetta dedication sem gangi. Það var á 15. hólu, þegar Kristófer var að keppa í Geir og það var Dormi þar og Kristófer á flott högg niður til og svo er komin í öðru höggi einhvers staðar undir eitthvað tré með böngar á milli og grínið í bakgrunni. Hann ætlar að komast inn á í 3 höggum, nómættu vort og ætlar að slá höggið í rauninu böngunni sjálfan, smá bakki þar, láta að boppa þar með grínið en halda samt að það fara ekki upp svo fara ekki upp í 3 tróðan. Það vill ekki betur að þeir yfir allt grínið og inn í rósarunna hinum megin. Og í þessu rósarunna var svona smá op og Kristófer fyrir inn í opið í rósarunum og öskrar hann að slæðið en svo finnur hann bolta sig og enda með því að hann er inn í rósarunum, það er svona smá op á hjálmum og heldur svona neðan á kilvunni og er að slá út úr rósarunum og það var allt reynt. Það er ekki gefið. Nei, það er það fínt högg, það fór rétt í að grínast. En þess að bæði sína hvað mikið dedication í gangi bara algjörlega. Svefnarinn alveg fyrir hún. Og Geir vildi fá víti að það var að bæta stöðu sína. Ég bara að færa lausung og svo ákvaði þeir að láta þetta undir regluvörðin sem var náttúrulega með Kristófer í lífi og bara heitir bara lausung. Þannig að þetta var bara fullkomlega lögn. For the record,
þá nefnir að halda þessu, þannig að ég fóði að segja líka for the record, þá bjóð hann til nýtt bara man cave inn í runanum sem var svona 1 hæð sinni 2 sem hann bjóð til bara að bara hóla inn í rósunum og ég á vídeos þannig að lausung þannig að baselineið fyrir lausung það var fælt aðeins ofar í dag en við sendum þetta til St. Andrews golfnefndarinnar Guðs í lofa, það var regluvörðurinn var með en fyrir mig var líklega það sem ég man svona best og var svona eftirminnilegasta golfatviki, það var líklega þegar ég setti niður birdie-pútið á Woldingham vellinum á móti Hössa og Hjálmari. Þegar ég séraði leiknum með því að setja niður einhverja nokkra metra birdie-púta. Það var bara einhvern veginn svo awesome og það var einhvern veginn svo fullkomlega sanngjarnt að við fengjum allir hálft stig út úr þeim leik. Það ekki það? Má ekki segja það. En já, svona fyrir utan man cave-ið sem Kristófur bjóð til á hann verðinlega toppurinn. Herri, stórfínt.